Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ég heiti Anna Rakel Pétursdóttir og verð 20 núna í ágúst. Ég er á 4. ári í Menntaskólanum á Akureyri og útskrifast núna í júní. Ég spila fótbolta með Þór K. Ég spila stöðu sem kallast wingback, þannig svona bakvörður og kantur, vinstra megin á vellinum. Hvenær byrjar að æfa fótbolta? Ætli hafi ekki verið 4 ára gömul. Þá byrjaði að æfa með KA og það voru engar stelpur á mínum aldri að æfa, þannig að ég var bara sent yfir til strákana og þannig ég æfði með strákunum fyrstu árin og það var ekki fyrir inn í 7. eða 5. flokki sem ég byrjaði að æfa með stelpum. Hvað varstu gömul þegar þú spilaði þinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi? 15-16 ára. Hvernig var það að koma inn í liðið þetta ung? Það var bara virkilega gaman og þetta er náttúrulega sem maður hefur stefnt að frá því maður pínu lítil, þannig að þetta byrjaði mjög vel og ég held ég hafi bara náð að stimpla mig inn í liðið snemma og hef bara haldið mig þar. Hvernig var að mæta leikmönnunum í Pepsi-deildinni? Var það ekkert strembið, erfitt? Jú, kannski smá svona fyrst, en svo venst maður bara að spila á þessu tempói og þessu leveli, þannig að þetta er fljótt að koma. Nú áttu 24 landsleiki að baki fyrir yngri landslið Íslands. Hvernig leiði þú fékkst kallið í A-landsliði? Ég var mjög hissa af því að ég hafði voða lítið pælt í þessu, en ég komst bara að því að liðsfélagi mínu sendi mig bara til hamingju og eitthvað, þannig ég vissi ekki alveg hvað er í gangi. Svo fór ég á fótbolti.net og sá bara mynda mér þarna efst. Þannig að ég fekk svona smá sjokk, en þetta var bara virkilega gaman. Nú ertu þjálfari hjá KA samhliða spilamennskunni. Hvernig myndir þú lýsa Önnu Rakel þjálfara? Metnaðarfull og vonandi góð fyrirmynd. Og bara, já, ég held ég kunni að vera á mörkunum þess að vera vinur og þjálfari. Það er stundum mjög þunn lína. Áttið þú einhverja fyrirmyndir þegar þú varst að æfa? Já, þá voru Lára Einars og Helena Jónsdóttir. Þær voru í yngri landsliðunum, þannig að ég horfði mikið upp til þeirra og svo auðvitað bara Söru Bjarkar og Margrétar Láru og alla þeirra. Hver myndu segja að væru svona þínir helstu styrkleikar sem leikmanns? Ég held að sé dugnaður og metnaður og að maður spili fyrir liðið, það skiptir mjög miklu máli og bara leggja sig alltaf 100% fram. Ég held að það sé. Er ekki best að við bara kíkjum út á völl og sjáum þið sparka í bolta? Endilega. Ungar stelpur sem að dreymir að komast í landsliðið, spila sem fyrsta landsleik eins og þú hefur gert. Ertu með einhverja punkta? Ég held að sé bara aukaæfingin. Það skiptir ekki máli hvernig veður er, það er bara að mæta og gera sitt besta. Klófa snjóinn inn á völlinn. Já, það mun skila sér á einhverjum tímapunkti. Já. En svona þegar við erum að labba inn á völlinn hér, hvernig er tilfinningin að labba inn á völlinn á móti Noregi í fyrsta A-landsliðsleik? Það var mjög mikill spenningur, smá stress, en þetta var bara ótrúlega upplifun. Þetta er alveg eitthvað sem maður getur vanist. Ekki? Jú, heldur betur. Var einhver innvígsla inn í liðið? Nei, reyndar ekki. Það var ekkert svoleiðis? Ekki ennþá allavega. Það er bara liðin tíð? Nei, ég held að sé meira sér á Algarve, sem er núna í lok febrúar. Já, held ég. Þannig að þú ert kannski von á því? Já, ef ég verð valinn. Nú varst þú útnefnd íþróttamaður ársins 2017 á 90 ára afmælishátíðinni á KA. Já. Hvernig tilfinning var það eiginlega? Það var bara virkilega góð tilfinning. Það var rosalega mikill heiður. Náttúrulega, þetta er nánast bara heimili númer 2. Já. Þannig að þetta var ógeðslega gaman og bara virkilega mikill heiður. Risastór hátíð. Já, heldur betur. Þetta var ógeðslega skemmtilegt kvöld. Vissirðu af þessu fyrirfram? Þú vissir ekki af þessu? Nei. Það er ekki hugmynd. Þannig að þetta kom smá á óvart. Hvað fór í gegnum kollina þegar þú varst að labba upp og taka við viðurkenningunni? Ég man ekki eins og hvað ég var að hugsa. Ég var bara brosti allan hringinn. En svona ef við horfum á markmið næstu ára, hvernig lítur það út? Ég ætla að klára Emma núna í júní og stefna á að klára tímabili hérna heima með Þór K. Og svo ætla ég bara að bíða að sjá hvort það kom eitthvað spennandi tilboð upp og auðvitað er stefnan á atvinnumennsku og bara halda manni í þessu landslið, vera lykilmaður þar innan fárra ára. Þannig að baráttan er hörð? Já, klárlega. Þetta er virkilega stór og góður hópur, þannig að
það þýðir ekkert að slaka á núna, maður er ekki komið með neitt. Akkurat. Bara gefa í. En undirbúningurinn fyrir tímabilið með Þór Káa? Já. Hvernig gengur að leggja upp tímabilið og stemmingin í hópnum? Stemmingin er bara mjög góð og það er allir bara mjög spenntir, öll að vinna sama markmið. Auðvitað ætlum við að vinna Íslandsmeistaratitilinn aftur, þannig að virkilega spennandi sumar framöndan. Glæsilegt. Ef við ekki stilla upp aðeins og taka æfinguna? Jú, endilega. Rana, þetta voru bara svona þægilegar og einfaldar æfingar sem ungir iðkendur geta tileinkað sér mjög auðveldlega utan æfinga. Já, algjörlega. Eins og þegar ég var yngri þá notaði ég bara skó og raðaði þeim upp og siksakaði á milli. Þannig að maður þarf bara að nýta það sem maður hefur og bara æfa sig og æfa sig og æfa sig. Og bara hvar sem í garðinum heima? Já, bílskúrnum og bara alls staðar. Gerðirðu eitthvað annað en spila fótbolta þegar þú varst lítil? Nei, ég get ekki sagt það. Já, bara fótbolti allan sólarhringinn. Númer 1, 2 og 3? Já, og 4 og 5 og 6. Takk hérlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.